Brauðarárholts vegna lóða númer 7 við Brautarholt. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti. Það telst því samþykkt samhljóma. Við förum í 5. dagskrárlið og leggjum frá fundargerðir borgarráðs. Afsakið. Ég ætlaði að leita samþykkis borgarstjórnar að taka inn kosningu í ráð og nefndir sem ekki voru tilbúnar þegar að útsend dagskrá var út. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Fyrirgefið að samþykkja að taka dagskrá kosningu í borgarráð, umhverfis- og skipulagsráð, bílastæðanefnd, hverfis- og vesturbæ, stjórn Faxaflóahafna, velferðarráð, innkauparáð, stjórn Orkuveitunar, svæðisskipulagsnefnd SSH. Þið samþykkt því að taka allar þessar kosningar á dagskrá? Afsakið, ég gleymdi að telja þau upp. Ég að bera það upp hvort að ég megi taka kosningar á dagskrá. Allir samþykkið því. Þá lagt til. Nei, nú ég að taka inn með afbrigðum kosningu sem ekki var tilbúin þegar við sendum út dagskrána fyrir helgi. Ertu samþykkur því að taka það á dagskrá? Það kemur bara eftir. Nú ætlum við að fara nú erum við að leggja það til að Áslaug Friðriksdóttir taki sæti Gísla Marteins Baldurssonar sem varamaður í borgarráði. Þeir sem samþykkja það vilja gefa merki. Það telst því samþykkt. Þá lagt til að Marta Guðjónsdóttir taki sæti Gísla Marteins Baldurssonar í umhverfis- og skipulagsráði og að Óttar Guðlaugsson taki sæti Mörtu Guðjónsdóttir sem varamaður í ráðinu. Viljið samþykkja það? Það samþykkt. Þá lagt til að Áslaug Friðriksdóttir taki sæti Gísla Marteins Baldurssonar í bílastæðanefnd. Þeir sem samþykkja það vilja gefa merki. Það samþykkt. Þá lagt til að Vala Ingimarsdóttir taki sæti í sæti í hverfisráði Vesturbæjar í stað Gísla Marteins Baldurssonar og að Ragnhildur Guðjónsdóttir taki sæti Völu Ingimarsdóttir sem varamaður í ráðinu og að Hildur Sverrisdóttir verði formaður hverfisráðs Vesturbæjar. Þeir sem samþykkja það vilja gefa merki. Það telst því samþykkt. Þá lagt til að Áslaug Friðriksdóttir taki sæti Gísla Marteins Baldurssonar sem varamaður í stjórn Faxaflóahafna. Þeir sem samþykkja það vilja gefa merki. Það telst samþykkt. Þá lagt til að Sveinn H. Skúlason taki sæti Jórunnar Frímannsdóttur í velferðarráði og að Jarþrúður Ásmundsdóttir taki sæti Sveins sem varamaður í ráðinu. Þeir sem vilja samþykkja það gefa merki. Það telst samþykkt. Þá lagt til að Rúnar Malmqvist taki sæti Jórunnar Frímannsdóttur í innkauparáði og að Ingibjörg Óðinsdóttir taki sæti Rúnu sem varamaður í ráðinu. Þeir sem samþykkja það vilja gefa merki. Það telst samþykkt. Þá lagt til að Áslaug Friðriksdóttir taki sæti Gísla Marteins Baldurssonar sem varamaður í stjórn Orkuveitunar. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Það telst samþykkt. Og þá að lokum lagt til að Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir taki sæti Gísla Marteins Baldurssonar sem varamaður í svæðisskipulagsráði SSH. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Það telst því samþykkt. Þessum kosningum þá lokið og við förum þá í 15. dagskrárlið og leggjum frá fundargerðir borgarráðs frá 19. september, fundargerðir borgarráðs frá 27. september og þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir og óska eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð mér hljóðs undir fundargerð borgarráðs frá 19. september, 27. lið þeirrar fundargerðar sem að fjallar kannski ekki síður það sem að ekki í þessum fundargerðum borgarráðs heldur það sem að þar. Mig langar til þess að vekja athygli á því að borgarfulltrúar minnihlutans og sérstaklega borgarráðsfulltrúar minnihlutans hafa átt mjög erfitt uppdráttar á þessu kjörtímabili í því að koma frá sér tillögum eða fá tillögur teknar til afgreiðslu og fá svör við fyrirspurnum. Ég lagði þess vegna fram fyrirspurn, jafnvel, það svo sem álitamál hvort að þetta tillaga eða fyrirspurn, þar sem ég óskaði eftir því að innri endurskoðun gerði úttekt á afgreiðslu tillagna og fyrirspurna á vettvangi borgarstjórnar yfir höfuð
Þetta sprettur upp vegna mjög undarlegrar afgreiðslu á máli sem hefur tekið núna heilt ár í borgarkerfinu sem varðar innheimtureglur borgarinnar, þar sem hófst með því að ég lagði fram í borgarráði tillögu að þessar reglur yrðu endurskoðaðar. Starfshópi embættismanna var falið að endurskoða þær. Svo lögð fram einhverra hluta vegna bara umsögn frá fjármálastjóra og borgarlögmanni í borgarráði en ekki tillögurnar sjálfar. Svo gerist ekki neitt og ennþá eru ekki komnar fram neinar endanlega tillögur. Mér finnst þetta mjög einkennilegt allt saman og ég er búin að margítrekað spyrjast fyrir þetta án þess að nokkuð gerist. Og alltaf yppir formaðurinn öxlum og lætur eins og hann hafi ekki einhvern veginn verið með á nótunum með að vita hvað máli snerist. Þetta er ekki einsdæmi. Það er þannig í öllum fagráðum borgarinnar fullyrði ég að þegar fagráðsfulltrúar frá minnihlutanum leggja fram tillögur þá þeim yfirleitt frestað nema það ríki bara algjör samstaða um málið og tillagan er tekin fyrir á næsta fundi. Það er algjör undantekning að tillögur að þeim sé frestað marga fundi eða þær séu ekki teknar upp á næsta fundi eftir að þær hafa verið lagðar fram. Það gerist aftur á móti ítrekað í borgarráði. Og mér finnst eðlilegt að við förum aðeins yfir það hér hvað það er erfitt fyrir borgarráðsfulltrúa minnihlutans að koma sínum málum á framfæri. Ég gæti nefnt mörg mál, ég hef óskað eftir að fá bara yfirlit yfir það sem að minnihlutin hefur lagt fram í borgarráði vegna þess að ég er ansi hrædd að það sé bara ansi mikið af tillögum og fyrirspurnum sem ég er hreinlega búin að gleyma. Og mér finnst þetta bara hið bagalegasta mál. Mér finnst rétt að við förum yfir þetta hér og jafnvel ræðum þetta eins í forsætisnefnd þegar fram í sækir. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir hvatt sig hljóðs. Tekið til máls, ætla ég að segja. Þá er ekki fleiri hvatt sig hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Við förum í 6. mál á dagskrá og leggjum fram fundargerð forsætisnefndar frá 27. september, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá því 13. september, fundargerð mannréttindaráðs frá 24. september, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá því 9. september, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá því 18. september, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá því 18. og 25. september, fundargerð velferðarráðs frá því 12., 16. og 19. september. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég kveð með hljóðs undir fundargerð velferðarráðs frá 19. september og langar til að leggja fram eftirfarandi fyrirspurn fyrir hönd okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Á borgarstjórnarfundi 2. apríl síðastliðinn lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu að gripið yrði til aðgerða í því skyni að auka lóðaframboð fyrir þjónustuíbúðir í þágu eldri borgara í Reykjavík. Til þess yrði efnt til formulegra viðræðna við eftirtalin byggingafélög eldri borgara og eftirlit fleiri. Búminn HSF, félag eldri borgara í Reykjavík, samtök aldraðra og Hrafnistu-sjómannadagsráð. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hefðu helst kosið að borgarstjórn samþykkti tillöguna en samþykktu það málsmeðferð að vísa henni til meðferðar starfshóps innleiðingu húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar í trausti þess að unnið yrði að málinu án tafar og niðurstaða fengist fljótlega sem leiddi til jákvæðrar niðurstöðu í þágu húsnæðismála eldri borgara í Reykjavík. Í máli formanns starfshópsins, Dags B. Eggertssonar borgarfulltrúa, kom fram að niðurstöðu mætti vænta þegar hópurinn skilaði af sér mitt þetta ár en samkvæmt erindisbréfi var gert ráð fyrir skilum í júní síðastliðnum. Nú er hálft ár liðið frá samþykkt umræddrar tillögu en starfshópurinn hefur ekki enn skilað af sér tillögum í þágu húsnæðismála eldri borgara. Spurt má vænta tillagna frá starfshópnum aukið lóðaframboð fyrir þjónustuíbúðir í þágu eldri borgara í Reykjavík og þá hvenær? Eru formlegar viðræður hafnar milli Reykjavíkurborgar og byggingafélaga eldri borgara? Ef svo hvar eru þær viðræður á vegi staddar? Þessi fyrirspurn skýrir sig bara mestu leyti sjálf en ég get aðeins svona vísa til þess sem borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir sagði hér á undan að okkur finnst ekki mikill gangur í mörgum tillögum sem við höfum flutt hér í borgarstjórn jafnvel þó að þessar tillögur séu góðar og hljóta einróma eða hljóta góðara viðtökur eins og var í þessu tilviki og eins og kom hér fram fyrir 6 mánuðum og menn ættu svo sem að muna þá eru þessi félög sem eru hér talin upp og ýmsir aðilar sem hafa óskað eftir lóðum í Reykjavík en ekki fengið úrlausn sinna mála
og eru náttúrulega mjög undrandi við því kæruleysi eða því virðingarleysi sem þeim sýnt með því að fá ekki einu sinni að fara í formlega viðræður við borgina og hvað það að fá úthlutað lóðum. Þannig að það mikil uppsöfnuð þörf og ég tel svona í ljósi yfirlýsingar meirihlutans í samtöku húsnæðismál, þá þetta eitt af þessum málum sem ef það væri vilji fyrir hendi þá væri hægt að leysa þetta af hendi bara fljótt og vel. En eins og ég segi, ég hef ekki orðið var við að neitt í þessa veru hefur komið frá þessum ágæta hópi. Þannig að það var ágætt að fá upplýsingar það núna eða á næsta borgarstjórnarfundi hvar þessi mál á vegi stödd, því hér brýn mál að ræða sem við eigum auðvitað að sjá sóma okkur í að leysa við í borgarstjórn. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, rétt eins og borgarfulltrúar nefnir þá hafa þessi mál verið til umfjöllunar í hópum innleiðingu húsnæðisstefnunnar og voru þar til sérstaklega umfjöllunar raunar á fundi fyrr í dag og sérstaklega þeir hluti sem hann að kalla eftir svörum varðandi hér, samskipti við samtök aldraðra og viðræður hafa verið í gangi við mörg þeirra, ef ekki öll, nú náði ekki alveg upptalningun hjá honum. Og ég vonast til þess að við skilum tillögum meðal annars þessi mál síðar í þessu mánuði. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Fleira liggur ekki fyrir þessum. Jú, þá það bókanir undir 3. dagskrárlið, ekki satt. Þá gerir fulltrúi Sjálfstæðisflokksins grein fyrir